Á tímum hnattrænna áskorana hefur alþjóðasamfélagið undir forystu Sameinuðu þjóðanna spurt hvaða hæfni fólk þarf að búa yfir til að geta náð heimsmarkmiðunum 17. Strax eftir útgáfu á heimsmarkmiðunum árið 2014 kynntu Sameinuðu þjóðirnar 8 gerðir af lykilhæfni sem fólk þarf að búa yfir til þess að geta náð heimsmarkmiðunum. Þessar 8 gerðir af lykilhæfni sem heita Key Competencies á ensku lýsa almennri hæfni þvert á fræðigreinar og hæfnin sem talin forsenda árangursríkrar vinnu. Með þessa lykilhæfni í huga þurfa háskólakennarar að svara nokkrum spurningum þegar þeir skipuleggja eigin kennslu. Hvaða hæfni viljum við að nemendur búi yfir þegar þeir útskrifast úr háskóla? Við þurfum líka að svara spurningunni hvernig við hjálpum nemendum að öðlast þessa hæfni. Til þess þurfum við að rýna í hvers konar endurgjöf nemendur fá til að átta sig á hvernig þeim gengur og hverjar helstu áskoranir þeirra eru. Við þurfum líka að skilgreina hvers konar upplýsingar hjálplegt fyrir nemendur að fá til að geta markvisst notað endurgjöfina sér til leiðsagnar. Í raun þurfa háskólakennarar að svara þessu spurningum áður en þeir kynna verkefnislýsingar fyrir nemendum og áður en þeir ákveða hvernig nemendur muni fá endurgjöf hvert verkefni. En þetta getur verið snúið. Eitt af gagnlegum verkfærum sem háskólakennurum hefur reynst vel Lewis hæfniramminn sem mótaður var í samstarfi Aurora háskólana undir forystu Háskóla Íslands. Lewis hæfniramminn samanstendur af flokkum hæfniviðmiða en hæfniviðmið lýsa því hvað nemendur eigi að geta í kjölfar náms og segja nemendur þannig af hverju þekking eða færni sem áhersla á sé þeim gagnleg. Lewis hæfniramminn hefur 16 flokka af hæfniviðmiðum sem lýsa almennri hæfni þvert á fræðigreinar. Hver flokkur hefur svo 5 til 6 víddir. Og hver vídd hefur 4 skipt matsviðmið sem virka eins og matskvarði með staðhæfingum sem lýsa frammistöðu frá lágmarksfærni til framúrskarandi hæfni. Lewis hæfniramminn til á íslensku og á vef Setbergs í húsi kennslunar hjá Háskóla Íslands. En Lewis hefur verið notaður í þrenns konar svona megin tilgangi til að móta hæfniviðmið námskeiða og námsleiða, við slípun verkefnalýsinga stök verkefni sem að nemendur fá í námskeiðum og við gerð matskvarða fyrir stök verkefni svo nemendur fái skýra endurgjöf og þannig markvissar upplýsingar hvernig þeim gengur að ná hæfninni sem stefnt. Það ekki ráðlegt að reyna að þræða inn alla 16 flokka hæfniviðmiða í öll námskeið. Þvert á móti. Kennurir sem vilja nota Lewis hæfnirammann til að styrkja almenna námsárangur eða lærdóm nemenda sinna ráðlegt að velja 2 til 3 hæfniflokka til að vinna með og velja aðeins þær víddir í hverri hæfni sem höfða mest til þeirra. Það mikilvægt því að lítil skref áranguríkust í þróunarvinnu. Gagnsemin að vinnu með Lewis hæfnirammann felst í að skilgreina greinileg viðmið í námi háskóla þannig að til verði sameiginlegur skilningur á árangri nemenda sem öllum til hagsbóta, bæði nemendum og kennurum.